Já, ok. Akkur má ekki vera með tygg. Ég veit að ég er að grínast, ég sáðu bara að þú varst svo stressað með tyggju og varst búin að taka það út. Þetta eitthvað svona frá og afa eða eitthvað. Það má ekki vera með tyggju í podcast. Æ, fattur, þetta eitthvað svona frá gamla daga. Já. Í skólum, bara að vera með tyggjó. Af hverju? Tyggjó, man. It's from the devil! It's from the devil! Devil, man! I'm stating facts, okay? Heyrðu, við erum góðir í hljóði. Já, við erum góðir hérna, við erum komnir. Heyrðu, ég verð að byrja bara að rífa plásturinn af. Hlustendur jákvæð. Nei, það er svo vond. Ekki leyfa honum að gera það. Fólk sem er að hlusta. Ég er svo stressað að sé ekki taka þetta. Ég sé hljóðið allavega, sko. Þú fer alltaf í nájuna. Já. Ég, fyrir hlustendur heima, þá er ég í Circus Føroyar-ból. Já. Og því miður lokaði Circus Føroyar bara daginn fyrir fullt og allt. Já. Þetta eru leiðinda fréttir. Ég náði að taka eitt jamanna. Já, þú náður að taka meira djamin. Ég náði bara einum bjór. En ég náði allavega að kíkja þangað. Já. Og kaupa ból. Og vera glaður. Þess og glaður. Hvað? Myndið þú vilja sporvagna á Íslandi? Sporvagna? Já. Já, ég myndi vilja lest. Ég myndi vilja lest, sporvagna, metró. Já. Bara eitthvað svona. Já, 100% sko. Samgöngukerfi sko. Og svo er sumt fólk sem segir eitthvað svona þetta er ekki hægt á Íslandi að veðri eitthvað svona. Það er til ferðakerfi í Japan sem er með miklar jarðhræringar ef það er málið. Það er til ferðakerfi í Trondheim í Noregi sem er með svipað veður og við. Og það er bara engin afsökun. Og fólk er eitthvað svona, þetta er rekið í mínus. Ég er eitthvað svona hlutir sem eru stundu góður fyrir samfélagið eru reknir í mínus. I don't know. Já, einmitt. Ég meina þú veist, eina sem ég hef heyrt sem er svona, kannski meikar eitthvað sens er við erum of fá fyrir það, en ég veit ekki. Við erum ógeðslega dugleg og góði að bora göng. Já. Undir sjóin. Já. Fattaru? Milli fjalla, færiða líka. Já. Ógeðslega dugleg að bora bara fullt af göngum sko. Já. Við gætum alveg verið með göng undir Reykjavík og eitthvað svona smá metrosystem. Það þyrfti ekki að vera eitthvað lundúna. Nei, ég held að það var svo gott fyrir samfélagi líka sko. Þú veist, það var eitthvað sem tengdi Kópavoginn og Hafnarfjörðinn og eitthvað svona. Þú veist, þá væri fólk líklegri til þess að kíkja á bjórfestival í Hafnarfjörði og taka síðan sporvagn heim. 100p. Sko, ok, ég stiði þetta, ég líka stiði strætó. Við tókum strætó til dæmis, fórum á Moulin Rouge. Já. Þá byrjuðu að fara inn í miðbæ, fengum okkur borða, drikki, tókum svo bara strætó upp í Borgarleikhús. Já. Og það var bara easy peasy. Það var stemning, sko. Það var bara, þetta var eiginlega of auðvelt, sko. Það er mjög auðvelt að taka strætó úr miðbænum í Borgarleikhúsi. Það er eiginlega bara super easy, sko. Ég nefnilega heyrði, þú veist, að því bílafloti í Íslendinga er orðinn svo ógeðslega stór og ég er ekki eitthvað að bölva einkabílum. Ég er á einkabíl sjálfur. Fjölskyldubílinn. Fjölnir kalla þetta fjölskyldubílinn. Ég stiði þetta alveg, sko. En ég held líka bara að sko, ég myndi vilja alveg geta lagt honum stundum bara heima. Já. Farið einhvern veginn öðru í sig vinnuna. Ég heyrði að bílafloti í Íslendingar stækkar 70 bíla á viku. Er það ekki ógeðslega mikið? Nei, ég held, er það ekki eitthvað bull, eða? Er það ekki bull? Það væri mikið, held ég. Ég veit ekki, nei, það er ógeðslega mikið af bílum hérna, sko. Hver staðir þetta? Ég er ekki að segja bílafloti Reykjavíkur, en bara bílafloti Íslendinga, sko. Þú er elska bíla. Hvað eru margir bílar á? Íslenska úlpan er bíl. Já. Það er alveg rétt. Ég fer oft bara beint út í bíl. Ég fer ekki í úlpu, til hvers? Og leggur eins nálægt og þú getur. Já. Ég hleyp út heima inn í bíl og út úr bílum inn annars staðar. Já. Ég náttúrulega kann ekki að keyra, sko. Ég þarf ekki úlpu. Kann ekki að keyra, bara tekja eftir þessu. Því ég lapp inn í bíl, fer í úlpu, skilur, eða er í úlpu og bara stundu verið að leita að stæði, bara endalaust í eitthvað það er fullt af stæðum en það. Já, ég er bara aðeins að finna aðeins betra stæði en það. Það er sko. Það fyrir bara svona, fara 10 mínútur í það bara.
að finna stæði sem aðeins nær En svo fyrir það komið í reglugerði það eitthvað 0,8 stæði á íbúðir þetta er reglum, þú mátt ekki hafa meira eða eitthvað já. sem er úrslega fyndið þegar þú byggir blokk með bílastæðakjallara þá mátt ekki hafa bara 1 stæð á íbúð Nei, þú verður að hafa aðeins færri stæði en íbúðir Já ég veit ekkert hvað ég er að tala um Nei, en ég skil ég er bara að röfla hérna og ég veit eiginlega ekkert þetta sko. Ég held eitt stæði á íbúð og nú er ég mjög pró almenningssamgöngur en ég held að 1 stæði á íbúð í blokkum væri nú alveg skynsamlegra 0,8 skilur það er einhver að taka á sig að vera ekki með bíl Já mér finnst þetta smá eitthvað svona ég skil alveg að bílafloti Íslendinga er vandamál, hann er það stór og við viljum efla betri samgöngur en við erum smá að byrja stundum á vitlausum enda með þetta með því að refsa einhverjum svona þröngu einhverjum lífstíl á fólk og segja hvernig á að lifa Já, það er nefnilega sko, þú veist, það fer illa í fólk sko, sérstaklega þú veist, þeir hörðustu pró-bíla menn sko, þeir eru náttúrulega en bara þú veist, það er ekki auðvelt að vera pró-almenningssamgöngu skal ég segja ykkur það er alveg bara, maður er búin að vera eitthvað en okkur þarf alltaf að vera annarkvort eða ég veit það okkur er ekki hægt að hafa góða samgöngur og þú veist lega fólki að vera á fjölskyldubílnum það er svo gott orð sko, þetta er bara svona gerir þið strax dálítið sko vondan ef þú ert að mótmæla því þú ert á móti fjölskyldubílnum fjölskyldubílinn og þú fílar hann ekki ég skil það var að tala um þessar íbúður upp í hvað heitir þetta sem Kukler og stúdíóðan Spalta og Gufunesið eitthvað svona að það er ógeðslega erfitt að finna stæði þar það er ekki nóg stæðum já en ég tengi alveg við þetta því ég bý í Vesturbænum og það eru aldrei stæði ég finn aldrei stæði og það er bara því að sumar íbúður eru bara með 2 bíla bara guilty ég er á mínu bíl og kærastinn mínu á öðrum bíl sko. Það? Já Þið eru alveg Hvað, á ég eitthvað að segja henni að selja bílum Hvað er þetta móti fjölskyldubílum kærustum bílum bílarnir eru kærustu par, ok Þú ert á móti maka bílum ég og Stefán erum kærustu par og bílarnir okkar eru kærustu par Þú ætlar að sundra þá í sundur Það ætlar að sundra þá í sundur Flottur Hvað er bílarnir verða óhamingjusamir sorgmættir og þunglindir og hjartbrotnir segir maður hjartbrotnir fuck bílinn hann er brautur þú hjartbrjóst hann fuck fjölnir þú hjartbrjóst bílinn hvað segir maður? Ég veit það ekki ég man það ekki þegar maður er heartbroken í ástarsorg ástarsorg alltaf að láta bílinn fara í ástarsorg þú hjartbrjóst bílinn við erum svo heimskir stundum við erum ekki sagfræðpodcast sko þegar er mikið að gera hjá mér þá er ég svo heimskur sko Tinnu stundum að tala við mig og ég bara horfi í gegnum hana ég bara hvað sagður þú veist ég bara alveg ég er svona líka maður Stefán ég er alltaf eitthvað ég var búin að segja þetta hér ég eitthvað oh my god, er ég ságæi er ég alveg ságæi sem bara eitthvað ég var ekki að hlusta sko, ég held að sé náttúrulega eitt að vera sko alltaf sá gæi sem er bara svona skilur og gæi sem er meðvitaður það og er þannig kannski mikla vinnutörn ég held að það sé munur myndi ég segja ég spyr bara en þetta á ekkert erindi við þátt dagsins þetta spjall Nei. Þessi spjöll hjá okkur ég sko prófi bara, ef við erum ekki vunni að fara í strætó prófi bara afsakið ef við erum ekki vunni að fara í strætó prófi bara eða prófi bara nei, ég skil það samt sko ef að strætó bara segja svona skilur
Nú veit fólk að geta ropað bara On demand Go to me Aftur Nei, ég ætla ekki að gera það Það eru nokkur hlustendur sem eru svona 2 sekúndur frá því að hætta að hlusta Með gag-reflex á ropi Já Ég í Jónsmessunleitur mér þá að ég get gert ég átt að kúast á einum stað Já. og ég get gert þótt ég segi sjálfur frá insanely gott svona gag-reflex svona kúunarhljóð Já. og inn í því fælst smá róphljóð þetta bara mixtúra sem ég búið til Já. og leikara mixtúra og þróaðar hann í sispa og það var raunveruleg að leikstúrin segi við skulum sleppa þessu og gerði bara eitthvað svona aðeins minna raunverulega hljóð aðeins minna raunverulegt hljóð, please en það sem ég ætla að segja með strætó ég skil það vel ef hann að mæta og seint og maður að fara í vinnuna sko. Já, ég meina ég hef auglýst strætó og það eru þó nokkuð skipti sem fólk kemur til mín í strætó stoppistöð og eitthvað ég er alltaf búin að bíða þetta eftir strætó ég er eitthvað, Is þetta þér að kenna? Ég er fuck Nei, ég finn skilja og stundum bara keyri strætó framjó líka og maður er eitthvað, what the fuck Já, stundum er eitthvað mitt ógeðslega mikið líka daginn sko þá var þú veist, ég var með heyrnartól og ég var bara eitthvað kortið mitt virkaði ekki þannig ég bara labbaði inn og var bara að reyna að virka Gaurin sagði eitthvað mig, ég var með heyrnartól ég er að því, ég er að því núna þá er hann eitthvað you need to show the card og ég er eitthvað I am doing it my guy but just give me 2 seconds you can drive, it's okay eitthvað bara þú veist brjálaðast við mig sko en oftar en ekki eru strætóbílstjórar mjög næs skal ég segja þetta er bara svona af og til kemur eitthvað svona atvik og það er þú veist og það situr alltaf svo mikið í mann einhvern veginn en ég reyna alltaf bara ég lenti einu sinni með brosa á vör og segja góðan daginn og takk fyrir mig ég lenti einu sinni að þið stoppa sko á svona stoppstöðum svona strætóskili svo gefa það stefnljós og keyra aftur út á og stundum emma bara það nála strætó og bara ég get ekki hemlaði það niður til að hleypa þér ég verð bara að gunna fram hjá þér og þú kemur þá fyrir aftan mig og einhvern veginn lendi í því að þeir gefa stefnljós og hann byrja bara að keyra og ég þarf sko að fara yfir hina akrina en svona svínar fyrir mig sko ég var það nálægt og svo gaf hann mér puttan sko hvaða putta? Var það þumall eða var það Já, thumbs up, já, hann gaf mér thumbs up sorry, ég ætti kannski að taka það fram Svo gaf hann putta Hvað vísifingurinn það? Hann var að benda mér hérna að fara áfram sko. Hann gaf mér puttan Hvaða? Nei, hann gaf mér vísifingur og lilla Hann gaf mér rock on eða hvað? Já Hann gerir svona ok, þumall og lilla ok, já Nei, hann gaf mér miðfingurinn, ok hann var bara hressaði Hann var hressaði Já, hann Ég var ofslandi því að fólk gefið mér puttan Já, eitthvað, ég var að keyra frá Tjarnarbíu og ég bara eitthvað þú veist, ég laður í stæði og kemur konu hjóli og hún fer framjá og ég fer úr stæðinu og ef svo fyrir aftan hana og hún er alltaf að horfa fyrir aftan sig ég var ekki eitthvað að flauta á hana í ögrinni neitt ég var bara á sína tennunar ég veit það ekki og svo bara gaf hann mér puttan já hann var aldeilis já, en það var eitthvað að ég held þessi aftenging sko, sem gerist þegar ég er hræddur að byrja að keyra út því að þú myndi gefa fólki puttan ég hræddur ég myndi gera það já ég hræddur ég myndi missa stjórn á skapinu sko. þú missa stjórn á skapinu þegar þú bílst nei, bara farþi já gerðu þið fram hjá henni ég ætla að desterna já, ég bara nei, ég sko þetta, ég held að gerist eitthvað svona aftenging þegar maður er í svona 2 lokuðum rýmum eða skilurðu og er eitthvað að díla við annað fólk í lokuðum rýmum eitthvað daginn og það er allir svona lokarinn í kassa það er einingin alveg face to face og það er allir að taka eitthvað ákvarðan í eitthvað móki það var svona aftenging, já en þú veist, saman gerist það bara internetri já, bara á internetinu ég hef aldrei erfitt á vetuna sko, ég hef aldrei hrættur með að vera út að labba og fólk er alveg að keyra á bara fáranlega máta ég hef stundum bara að fara yfir gangbraut sko, bara, ég hef sjálf, þú veist, það er upp á síðkast þegar fólk gefur í
Já, þannig fyrir gangbrautina Ha? bara til þess að ná að keyra fram hjá gangbrautinni sko, þannig ég byrja að fyrir að ganga yfir Já og fara þá yfir á rauðu ljósi Nei, bara, þú veist, það er venjulega gangbraut ekki svo satt Já, bara þau sjá að þú ert að bíða þannig að gefa í Já, Svo eða þú þau sjá þurfir að ekki ég er að að fara að labba yfir skilu Já fyrir að stoppa, mér finnst þetta aldrei leiðilegt en, Já, Íslendingar eru mjög mikið að flýta sér sko Já. Alltaf Við erum, sko, það er fárnætt ég hef mitt á nokkar portugalska vinir sem er lífið ekki næs á Íslandi er það ekki rólegt í eitthvað, nei það er hraðar enn í Portugal Já. Ég er alveg nokkuð viss að það er bara hraðar enn í Portugal við erum alltaf Heru, að flýta okkur sko, lífi í Köpinn var ekki svona rætt sko. Nei, og það er stórborg eða skilur þannig séð stór norræn borg allavega en já, það var ekki mikil hraðið á manni þar Nei, ég er bara maður finnst ekki alltaf fyndið Jú. búum einhvern lítið við erum á fullu að flýta okkur allstaðar Já, það hefur kannski svolítið bílnum að kenna það geti verið Já, þú veist með almenningssamgöngu þá bara þarf maður bara að koma sér og maður kemur þegar maður kemur og það er bara þannig Já og það er aðeins bara svona örara svona, úst, ferðir Já, eins og kaninn, hann er mitt alltaf að flýta sér eitthvað Já, og það er bílinn það er bílinn I don't know En svona gerist, já ok, we cracked the code We cracked the code Þótt dagsins Bara tveir gaurar að tala það sem vita Bara tveir gaurar að ræða hluti sem aðrir þóra ekki að ræðum án grín sko öll podcast með kalla eru alltaf bara eitthvað og býtu, af hverju er þetta svona? Ég meina, ég segi þetta þannig á þetta bara að vera Það er nú einn ákveðin sem er að reyna að vera frægur á TikTok sem gaggrindi þetta og er svo sjálfur að röfla á TikTok Af hverju fólk alltaf að röfla? Já Í podcasti Af hverju fólk alltaf að röfla? Ég meina, come on Hættu að röfla Ég má röfla, þið með ekki röfla Og hverju fólk alltaf að röfla að með ekki röfla að röfla Það margar ringi Já Sko, það var einhver gauðar röfla daginn að með ekki röfla Ég ætla að röfla aðeins af því Oh my god, en þáttu dagsins er ekkert neitt svona Nei Þáttu dagsins fyrir mig álið bara til í árið 1749 Ok, geðveikt ár Heyrðu, við höfum ekki gert þátt skaftareldana Jú Er það? Já Við höfum gert það Já Einmitt, hann bara heitir ekki skaftareldanir Ekki? Nei, að því ég var einmitt að leita og ég fann það ekki Hvað heitir hann þá? Móðurharðin Ég veit það ekki Prófa það Segð þú mér Já, ég held að hann heitir móðurharðin Nú hann heitir skaftareldar Já, ok Jæja þá Ég man við alltaf þegar við gerum hamfara þætti þá gerist eitthvað hræðilegt Já, einmitt, en þetta er ekki hamfarþáttur Ok, gott Jálfur, það er alltaf bara orðið eldgós eða Reykjanesbrautin lokar út af veðri og það springur vatnslögn COVID-19, það er okkur að kenna Oh my god Ég var að showcase fullt af svona prumpuljóð mikið sko. Svo góður að gera prumpuljóð, mismunandi Hvað, okkur er þessi planta hér? Planta þín? Hún var hérna Og mínu megin Hún var hérna Perrar út í þessu planta, já, meðinni, ok Fyrir fólk sem er að hlusta þá erum við að endurraða plöntuna Mér þykir mjög vænt af fólki sem er að hlusta einungis þannig að ég þarf að lýsa það sem er í gangi sko. Við erum að færa plöntuna í stúdíunni en 1749 1700 súrkál fæðist sem sagt Sæmundur Hólm frelsarinn mikli Já Af hverju er hann frelsarinn mikli? Í alvöru? Ég vildi fá það bara til að bulla þess meira af hverju er hann frelsarinn mikli? Að því hann frelsaði selina úr húsdýragarðinum sem var hér á landi 1749 en núna erum við komið með áttur og þetta er stórt vandamál og við ættum að hittast öll í húsdýragarðinum og mótmæla saman frelsa selina þeir eiga heima í sjónum það væri reyndar ógeðslega fyndið atvik enginn að gera þetta please Nei. En það væri svo fyndið að myndi bara svona 50 manns brjótast inn í húsdýragarðinn og frelsa selina aftur, enginn að gera bara please, enginn að gera með svona pick-up truck með laug baku skilur
kasta selina upp í laugin og svo bara keir út að sjó löggubílar Þetta væri bara einhver að bruna áfram að fransa selina Þetta væri geðveiki þættir hashtag Símon Premium sko. Símon Premium kaupir þess að þætti á okkur Nei, það var ekki þannig en Sæmundur fæðist hins vegar á Hólmaseli í Meðallandi 1749 Pappans var Magnús Guðmundsson hreppstjóri og mamma hans Guðleif var talin frekar svona sérstök típa og sagt að hún stundaði mök við álfa enda værum kannski álfur sjálf þetta skiptir engum mál í stóra samhengi þáttarins Sæmundur þóttist einmitt líkjast móður sinni daldið svona spes típa áhugaverð típa eins og hann væri með eitthvað svona álfatengingar einhvers konar huldumæður en hann síðan seinna meir settur til bókar fyrir tilstilli eldklerksins Jóns Steingrímssonar og eftir því sem ég best veit þá að vera settur til bókar að vera sendur sem sett í nám til prests eða skóla á þessum tíma þá var það fyrst hjá Þórði Sveinsinni í Kálholti í 2 vetur og síðan í Skálholtsskóla Skálholtsskóli var sem sagt skóli sem var rekinn á biskupsstólunum í Skálholti frá því seinni hlutar 11. aldar og alveg til 1785 það er saga af honum í námi þar sem klukka á að hafa dottið niður úr kirkjuturni Skálholtskirkju og hann náði að setja klukkuna á sinn stað með einhverjum yfir náttúrulegum hætti þetta er sem sagt það er engar ákveðna lýsingar á þessu atviki Skálholtskirkjan sem er uppi núna er ekki sama kirkja á þá en þetta á að vera eitthvað svona að hann hafi bara sett klukkuna aftur upp í kirkjuturtinu með eitthvað yfir náttúrulegum hætti eða eitthvað 11 í Stranger Things bara. Já, 11 í Stranger Things byrja að blæða niður yfir nánum eitthvað svona en Sæmundur Fróði eða ekki Nei, já, Þórði Sveinsson í Kálholti og síðan var hann í Skálholtsskóla Þetta er ekki Sæmundur, við erum ekki um Sæmund Fróði, Nei Þetta er Sæmundur Hólm Sæmundur Fróði fæðist alveg svona árið 1000 eða eitthvað, held ég Nú, ok Sæmundur Hólm er 1749 okay. 5. júlí síðan 1771 þegar Sæmundur er 22 ára útskrifast hann Bjarni Jónsson skólamestri segir hann sé heiðarlegasta og mannvænlegasta ungmenni sem hafi lagt alla stund á fagra listir engum þó gríska og latneska málfræði almennilega Jesús, ég er að klúðra þessu kvóti What happened? Viljið eftir læg Hann sagði þess að Bjarni Jónsson að Sæmundur væri heiðarlegasta og mannvænlegasta ungmenni sem lagt hafi alla stund á fagrar listir engum þó gríska og latneska málfræði almenna og kennimannlega guðfræði svo og biblíusögu þannig að bara vel greindur drengur maður og skólamestri sem bara alveg hélt að hann væri bara góður til að taka þessi prestsembætti sérstaklega svona manni sem hneigðist til verklegra lista dráttlistar og svona dráttlist er ekki það sem þú heldur Fjölnir ekki fara ángað Ég er algjör dráttlistamæður en þetta er svona Call it what you wanna call it Ég er dráttlistamæður Já, þið veitir hvað ég meina Afsakið frú, hefur þú kynst dráttlistarmanni? Kostu smá Dráttlist var nafnið fyrir þessum tíma að teikna, svona mæta vel vera svona góð teiknari Já. Sæmundur okkar var nefnilega bara mjög flinkur að teikna næsta ár er Sæmundur tekinir við sem djákn í Kirkjubæi klaustri og er þar til 72 eða 74 1772 eða 1774 það er ekki vitað nákvæmlega þangað til hvenær hann var en góðvinur hans Jón Steingrímsson mætir og kemur honum til háskólans í Kaupmannahöfn back to Copenhagen baby og þar mun hann dvelja í 15 ár í Kaupmannahöfninni góðu Það er svolítið mikið þegar hann mætir í Kaupmannahöfn lýkur hann skildu heimspekiprófi 1776
fer síðan í lögfræði en færi sig síðan í guðfræði, nám sem mér skilst hann hafi ekki verið mjög góður í. Guðfræði? Já. Ok. Hann var bara rétt svo komst í gegnum það. Já. Svona eins og ég í MH þegar ég var á félagsfræðibraut. Já. Ég skráði mig á félagsfræðibraut í MH og svo á þriðja ári eða þriðja og hálfu ári Já. bara var ég tekin að fund bara blessaður með skólastjóran hérna af hverju ertu ekki búin að taka neina félagsfræði áfanga ég eitthvað bara þú verður að taka félagsfræði áfanga til þess að útskrifast á félagsfræðibraut ég vissi það ekki ég var bara ok, hvað er maður að gera í því núna ég meina, ég get fært á málabraut, þú ert búin að vera í ógeðslega mikið af máláföngum. Já, ok, gerum það. Þú þarft þá að vera auka hálft ár í skólanum. Ok. Þannig ég var 4,5 ár í MH, takk fyrir mig. Annarlega. Já. En sem sagt, já, okkar maður fínn í guðfræði, ekkert eitthvað allra besti. En 1776 fær Sæmundur inngöngu í Kunstakademíet, listaháskólan. Ok. Og 20. mars innritast hann sem sagt þar. Og þar með ástæða þáttarins verður hann fyrsti íslenski háskólaneminn í myndlist. Eða bara í list yfir höfuð. Já. Fyrsti listaháskóla gengni Íslendingur hann Sæmundur Hólm. Og ekki bara það, heldur hann bara afbragðsnemandi. Það bara, hann ótrúlega góður að teikna. 7. apríl 1779 fekk hann sína fyrstu viðurkenningu sem var sem sagt minni verðlaunapeningur úr silfri fyrir fríteikningu. 1783, 4 mánuðum seinna, fær hann svo stærri silfrimedalíu skólans fyrir fríteikningu og sama ár fær hann stærri medalíu fyrir uppfinningu sem var ný tegund af gljápappíri. Þetta gljápappír var svo flott að árið eftir fær hann gullmedalíu fyrir hugvitssemina og konunglegt einkaleyfi til 10 ára fyrir framleiðslu þennan gljápappírs sem hann var svo góður að finna upp á. En þetta árið náttúrulega rosalegt fyrir hann því að 1783 fær hann líka bara marga lýskara heiman Skaftáreldana sem eiga sér stað. Já. Og hann hafði náttúrulega gert landakort af sveitunum milli sanda fyrir og eftir Skaftárelda. Já. Þannig að þessum tíma í Kaupmannahöfn þá skrifar hann bókina jordbranden på Island í år 1783 Skaftáreldana á Íslandi árið 1783. Þetta voru 2 uppdrættir, eitt ástandið fyrir eldana og eitt ástandið eftir eldana. Hann kíkir í stuttaferð til Ísland 1786 og gerir sér svona góða ferð til að skoða afleiðingar eldana en það ekki langt þangað til hann kemur endalega en það náttúrulega bara 3 mánuðum seinna þá bara flytur hann endalega til Íslands 1784 til 89 þá teiknaði Sæmundur hins vegar bara margar merkilegar mannamyndir sem hægt að sjá núna bara akkurat núna í Þjóðminjasafninu. Ok. Meðal annars myndin af Árna Þórarinssyni biskup sem var teiknuð með blýanti þegar Árni var vígður sem biskup 1784. Þannig að hann bara ótrúlega, og þetta alveg þekkt mynd með hana? Já, ég með hana. Ég ætla bara að sýna hana svo setja ég hana á vefsíðunni þegar bara á gramminu og svo fleira þegar þátturinn kemur út. Stækkar hann kannski fyrir okkur? Ísak skellir henni inn. Ég held að vera aðeins stærri. Ég held að myndina að hún vera aðeins stærri. Legend. Hvar hann? Ég væri til að fá viðtöl við hann núna. Já. Mér hefur nefnilega lengi langað að taka viðtöl við Íslendingar sem hafa orðið að jörðum. Myndin í svona ekkert ekki og í bestu gæðum en hún er hér þú sér hana, hún frekar pixluð. Ok. Þetta bara, hann bara flottur að teikna. Og hérna kemur hún? Hérna kemur hún á skjánum.
Mögnuð þessi tækni maður. Oh my god, hvernig þetta hægt. Þetta er töfrar. Þetta er Ísak okkar maður. Hann teiknaði líka bara fullt af myndum sko bara Stefán Þórarinsson amtmann, Guðmund Ketilsson sýslumann, Sigurð Pétursson skáld og fullt fleiri og það að við eigum svona vel teiknaði mynd í dag af þessum mönnum er bara mikil blessun og ekkert sjálfsagt. Og það er allt Sæmundi Hólm að þakka en hann langaði í prestembættið mjög mikið. Það er bara, þú veist samkvæmt honum, eða veist, bara honum fannst að vera hans skilur starf, það var hans þú veist, hvað ekki draumastarf heldur bara hans verkefni í lífinu. Þannig að 1789 veitir Levits á stiftand maður honum loksins prestsembættið á Helgafelli. Eins og ég sagði áðan, Sæmundur var dálítið steikt típa, dálítið merkileg típa. Stóð í deilu við nágranna og yfirvöld alla tíð. Ævi hans var náttúrulega ekkert bara... Var hann í nágrannarjum með það? Já, hann var í alls konar erjum við fólk sko og það var bara svona og hann var líka, hann var líka skáld. Hann var líka alveg skúffuskáld og ekki skúffuskáld, hann gaf alveg útljóð hann var skúffugæði. Hann var skúffugæði. Hann var skúffuköku, hann átti skúffupening. Þegar hann fekk medaljunar skrifaði hann ljóð það. Medaljur 5 ég fekk, forþjant verkin standa, teikningin til gæða gekk, gjörði ég reynslu vanda. Svo þegar hann fann upp á gljápappirinn, þá kom hann með uppfinningu rækta er ráð, raun skal vitni bera, ríkis fekk lög og láð, leyfi að fabrikera. Og svo Skaftáreldana, þá skrifaði hann með þetta frábæra ljóð, björgin sundur bresta, brennur himin og jörð, geisar grimdin versta, grenjar pláan hörð, fyrr en hindrast ágirnd óð, til þess hjartað sinnið sál svíður í vítis glóð. Shit. Þetta er rosalegt. Skaftáreldar mér. Enda hlustið á þann þátt, þau eru ekki búin með hann. Já, hann heitir einfaldlega Skaftáreldar sem ég mitt fann ekki fyrst. Þannig að já, hann er svona ákveðin típa og var átt að rífast. Kannski ein góð saga sem ég las á honum var okkar maður fannst gott að drekka eins og margir sem fluttust til Kaupmannahafnar og komið síðan aftur og til dæmis þegar hann var í Reykjavík og Geir biskup átaldi hann fyrir of langa dvöl í Reykjavík, sagði hann að fara aftur til safnaða sinna í staðs að vera að djamma í Reykjavík og við því svaraði Sæmundur: Þegið þú Geir, haltaðu kjaftinum Geir, aldrei skalt þú telja svo marga skammur mig að ég telja ekki miklu fleiri upp þig. Geðvögt. En náttúrulega Geir biskup er ástæðan fyrir því að orðið blekaður er til til þess að lýsa einhvern sem er fullur. Að því Geir biskup elskaði líka sopan og það var tekið á honum áfengi og hann faldi þá áfengi í blekbyttunni sinni sem var það sem þú notaðir í gamla daga til þess að dýfa pennanum í og skrifa. Áfengi var falið þar og Geir Vídalín biskup var stundum að súpa á blekbyttunni og þegar hann súpaði þá kom alltaf smá far í kringum vörunum, smá blekfar. Þannig að fólk glappaði inn á skrifstofuna og sá Geir Vídalín með svona blekfar í kringum varinnar. Það var bara, heyrðu, þú bara veist að því hann Geir er blekaður í dag. Það bara, já, ok, gott að vita. Það var hann fullur. Þannig að þetta var kannski rétt hjá Sæmundi að kasta þetta á hann út af því að haltu á þér kjaftinum. Þegið þú Geir, haltu á þér kjaftinum Geir. Aftur Geir sko. Þegið þú Geir, haltu á þér kjaftinum Geir. Það er gott bara. Nú er ég að tala Geir. Já, bara Gunnur alveg lét hann heyra. En hann var álítinn frekar spes. Ég las nokkrar. Ég átti erfitt með að skrifa hann þátt niður bróta því svo margar heimildir voru dálítið svona gamlar og þegar ég er svona heimskur þegar mikið að gefa það er dálítið erfitt að finna leið til þess að reyta allt niður á rökréttan hátt. Já. En sem sagt hann
var bara spes típa, aldrei við hvern mann kendur en leið samt að best í kringum konur og börn. Hann var eitthvað mjög mikið lítill í sér, átti alveg bara, ef börn horfði hann eitthvað á skringilega, hlóa hann, þá var hann bara, þú veist, bara fauk í hann, sko. Og hann var talin vera, sýndist mér dálítið svona óþægilegur til þess að vera í kring, sko. Sumu konu þótti óþægilegt að vera í kringum hann. Já, ok. En, þú veist, merkilega týpur, geta oft verið dálítið skrýtna líka. Veturinn 1821 þegar Sæmundur var að þjónusta konu sagði Sæmundur að það yrði hans síðasta prestsverk. Sagt að prestarnafni Jón Kolbensson hafi spurt þjónusta konu, sagði það? Já, eða veist bara í dráttar Fjölnir! Hvað var það? Nei, bara í prestsambættinu í dráttlist. Dráttlist? Nei, bara sem prestur. Ég skil ekki neitt. Búin að vera að hugsa dráttlist bara síðan þú heyrði það fyrst, bara búin að vera out of it allan þáttinn. Þú sagði dráttlist. Nei, hann var að þjónusta konu við prestsverk. Já. Og hann sagði að það yrði hans síðasta. Eitthvað sálarhjálp eða eitthvað slíkt. Já, ég held það. Já. Ég er ekki vissant. Segjum það. Segjum það. Já, ekki taka því sem heilagt orð, það sem ég sagði núna. Félum við bakinn. Sko, versta við þetta þegar prestarnafni Jón Kolbensson spurði hvað honum litist lastleika sinn, veikindi sín, þá Sæmundur hafa svarað: á morgun klukkan gengur til 12, verður mér albata. Og svo daginn eftir var Sæmundur látinn. Sorry. 5. apríl 1821. Sorry. Þetta er dark. Já, heyrðu bara í mér á morgun. Ég verð orðin ferskur. Svo bara Ekki lagi. Ekki lagi. Elsku kallinn, sko, þetta er bara í smá þunnu núna, heyrðu í mér, ég verð orðin betur á morgun. Mér finnst hræðilegt, sko, þetta hafi verið bara svarið hans. Já. Elsku Sæmi. Sorry. En við minnumst hans í dag með því að tala hann. Já. Og Bjarni Thoranesen sem var góði vinur hans og alltaf svona varið hann yrti sem sagt svona kvæði þegar hann lést sem sagt erfiljóð og ég ætla að fá að lesa það upp. Ok. Hví var hugvitsmaður heimskur talinn og aðra elskenda und af svo fáum? Hví var hann hrekkvísra og heimskra skotmál og falað hjarta snúið þá faðm hann bauð? Því var Sæmundur á sinni jarðrissu oft í urð rakin út úr götu, því hann batt eigi bagga sína, sömu hnútum og samferðamenn. Ég held að þetta lýsir mér mikið. Þannig að hann var skrítinn og ég held að hann hafi verið kynlegur kvistur og lagður dálítið í einelti fyrir það. Eða fólk hafði kannski meira gaman að því að rífast við hann eða einmitt ergjan. Og maður hefur alveg tekið eftir því bara í gegnum ævina. Ég alveg í menntaskóla eða meira kannski grunnskóla. Að ef manneskja var skrítin og það var fyndi á nyrði reið, skilur, þá var fólk stundum að reyna að ífa eitthvað upp. Já, þetta er ennþá í dag bara á vinnustöðum. Þetta er ennþá í dag á vinnustöðum, því miður. Og þú veist, og auðvitað, þú veist, þegar svona gerist trekk í trekki á manneski, auðvitað verður hún ennþá skrítnari og ennþá, þú veist, og ennþá erum við með trista fólk. Þannig að við þurfum að hafa það í huga, sko, þótt að manneski sé kynlegu kvistur og eigi ekki alveg samleið við mann, að við skulum samt reyna að finna góðmennskuna í mannlegum samskiptum einhvern veginn og bara reyna að finna sameiginlega fleti frekar en að ífa upp einhver leiðindi eða svona íkja upp leiðindi. Já. Ætli það ekki? 100%, jú, 100%. Já, og þetta var bara sagan af Sæmundi Hólm og ég ætla að setja inn fullt af teknikum sem hann hefur gert á Facebook og Instagram og svo setja mér á TikTok og TikTok og þá getur fólk frætt sig aðeins meira Sæmund
en mér fannst það bara áhefur típa og skemmtilegt að læra hann. Heyrðu, þú vissir að Vine að koma aftur? Já, Divine eins og ég kalla ég hálf efins ég veit ég bara heyrt ég heyrði sko að AI-vídeó eru bönnuð hann þínu. Já, það var ekki ekki náttúrulega. Hvað málið með Gauð, það svo mikið að gervigreinda sullar barnabókum allt í einu. Já, ég var að skoða jólabókaflóðið. Já, ég var að skoða jólabókaflóðinu. Það bara fullt af einhverju barnabóku sem bara gervigreinda sull. Já, minnst þetta mjög leiðilegt. Gervigreinda sulla list, það meina ég ekki skrifaðar held ég. En listin bara hún sést alltaf, skal ég segja ykkur, ekki halda fólk sjá ekki í gegnum gervigreindar myndum. Þetta ekki list, þetta myndir. Svo lélegt sko. Þetta er lélegt. Þetta bara lélegt. Þið notið bara, mér alveg sem að þið notið gervigreind til þess að fá inspo. Mér, veist, en þið ráðið allavega að listamannin í það. Já, bara please í guðana bænum, please og takk fyrir. Ég heyrði sko AI-lag daginn, Vili, sem ég hefði ekki getað spottað AI sko. Nei, ég veit að þetta með söng sko. Þetta gerðist svo ótrúlega hratt. Þetta gerðist hvað, 1 ári, 2 árum. Baldi hvernig það eftir 5 árum með þér. En það líka bara smá bara dignity-leysi að nota AI í svona, þú veist, eins og ráða AI-leikonu. Og ég veit að Disney eru alltaf þið fyrstu sem munu gera það sko. Já, þau við bara sneiðgöngum það. Bara horfum ekki að þau geta fengið AI áhorfendur til þess að horfa á AI myndir en það langar svona mikið að... En paldi ég að vera leikstjóri og vera eitthvað, já, ráðum minna AI-leikur, Sko, leikstjórar sem vita sitt, þeir ekkert að gera þetta, sko. Guillermo del Toro, hann bara sagðist minn ég freka deyja en nota gervigreind í listinni sinni. Já. Og saman með Bong Joon-ho, sem gerði Parasite, hann sagði bara, hann langar að búa til her og skemma AI-vélar. Eða gervigreinda listavélar. Gervigreinda svona myndavélar. Já. Þá er komið anti-gervigreindarinn þáttarins komin. Ég vil líka vera að spá í bara, þú veist, svo er líka einhver ákveðin íhaldssemi að vilja ekki rannsaka það. Sko, ég skal segja, ég er ekki gervigreinda, ég er ekki, hvað get ég sagt, ég er ekki eitthvað svona pjúristi með svona. Gervigreind er mjög góð þegar notuð í læknisfræðilegu skyni. Hún er mjög góð þegar notuð sem hjálpartæki til þess að stytta sér leið í til dæmis myndvinnslu, laga eitt og annað. En nota þetta sem bara, þú veist, nota hana sem allt verkferlið. Og þú færð bara, einmitt. Það sem ég finnst lélegt og fíl ekki. Þannig bara svo það sé á hreinu, svo fólk haldi ekki að ég sé bara, En hvað finnst þér eins og þetta er synth? Þess að þú skrifar, þetta er AI-synth, þú skrifar, ég er að leita svona hljóði og sem gerir svona og synthi gefið þér varið og svo spilar það sjálfur sko. Ég veit ekki hvað mér finnst það. Nei. Það er eitthvað svona, þú veist, ég vil ekki að við verðum bara þjóð sem er bara heimsk og bara fyrsta og eina sem við munum gera er bara eitthvað, gef mig lag svo gerir tölvan lag og bara gefið þetta út svo bara er þetta gefið út ég gerði þetta, skilur hvað er það? Hvað er gleðin við það og af hverju erum við það að gera? Af hverju er þetta svona miklu flýti til þess að gera ekki neitt? Já, Baldi, það tekur svona 3-4 mínútur held ég að búa til svona lag sem tæki artistan kannski marga mánuði að gera kannski ár. Þetta er galið sko. Þetta er lélegt, þetta er bara perandi, þetta er frústrerandi. Já. En erum við með eitthvað góða fréttir fyrir daginn? Endum á svona jákvæðari nótum? Já. Maður þarf að hugsa. Ég las að Óson-lagið er að lokast aftur. Já. Sem er geggjað. Geðvegt. Það eru góða fréttir. Það er ekki bara stemning. Jú, er það ekki? Er það með komu bara rafmagnsbílinn sem þetta á eða? Ég bara með alls konar svona reglugerðir. Já, einmitt. En svo Black Friday keypti keypti geggjan pott á 50% afslætti. Black Friday? Pott. Pyrex pottur, slow cooker. Ég ætla að fara að gera beef bourguignon á eftir. Já, geggjað. Takk fyrir mig. Bara takk fyrir mig.
Ætlar að gera beef burgundy? Beef bourguignon Bourguignon Beef bourguignon Er það Julia Child leiðina Það er franskt Já, ok Er ég bara að segja þetta á ensku þá? Beef burgundy Nei, Nei, okay. bourguignon heitir svæðið eða ég held að þessi svæðið sem það kemur frá Er ég á heilabrófall? Er ég að ruggla eitthvað? Segjum maður það, eða ekki burgundy Beef burgundy, hvað er það? Ég fekk hérna, er þið á Heyrðu, já, það er eitthvað ennst nafn fyrir það Er það ekki? Já, also called beef burgundy Já Ég veit, ok, nú þetta er ekki en við höfum talað um veitingastafur og þau buðu okkur síðan í mat Já La Cuisine Já á Hafnartorgi, við fórum hann aftur Já. og ég fekk mér beef burgundy og þetta er svo gott, þetta er svo góðu veitingastafur ég fekk mér það og ég fekk mér Negroni þetta er með betra Negroni sem ég fengið sko. Þetta er geggjaður staður Þetta er geðveikur En ég er að fara að elda það í kvöld Já, geggjað Beef bourguignon La Eða Cuisine beef burgundy bjóða okkur aftur í mat Við erum alveg til í að tala fallegra La Cuisine La Cuisine bjóða mér og fjölni í felladeit Nei, samt svo Nei, við mætum bara borgum Já, þetta En þetta er ekki og hérna bara ef við viljum góða mat kíkja á La Cuisine á Hafnartorgi Svo ef fólk vantar gjöf Já í jólin þá mæli ég með bókina Staðreyndirnar Já sem við erum með sérstakann afslátt á hlustendur já ok Falleg kápan velhönnu kápa og góð bók og hræðulestur, hún er ekkert það löng Já. með kóðunum já ok hlaðvarp á forlagið.is þá getið þið keypt Staðreyndirnar á afslætti sérstökum já ok afslætti þannig að hví ekki kaupa nokkur eintök og gefa þið jólagjöf ég legg nú ekki meira á okkur Ég legg ekki meira á okkur Já, einmitt Annars fannst mér Staðreyndirnar geggjur bók mér fannst allt frá hatti og í skó hans Einars Más frábær og nú er ég að lesa Huldukonun eftir Fríðu Ísberg Ertu búin með hana? Nei. Þvílík unun sem er að lesa Huldukonun eftir Fríðu Ísberg Já Guð minn góður hvað hún kann að skrifa og hvað það er bara næs að lesa þessa bók það er bara, þegar maður er að lesa bók sem er svona gott að lesa, bara vel skrifuð Hvernig bók er það? Huldukonan Dag 1 birtist yngsti maðurinn í fjölskyldinu með barn sem enginn veit hvað hann kemur Þetta er mystery Já, og þannig allir byrja að kalla móður hans Huldukonuna Já og þetta bara tengist mjög mikið bara íslensku sálarlífi og menningu geggjur bók og gerist 1985-84 Wow, bara stuðstuð síðan skemmtileg tímabil Ótrúlega bók, flott bók frá Fríðu bókin hans Einars Más, allt frá hatti og í skó skemmtileg mér fannst mjög skemmtilegt að lesa hana því að Einar Már, þetta er svona smá sjálfsæfisögulegt smá skáldað og fjallar bara mjög mikið ritlistina og að búa í Kaupmannahöfn mjög skemmtilega vangaveltur að búa í Kaupmannahöfn þar alveg frábærar og svo er bara Staðreyndirnar sem er næst síðasta bók sem ég las hún er bara ótrúlega góð og bara sagfræðilega rétt bók með mikið af góðum sagfræðilegum heimildum og bara voða áhugaverð einhvern veginn og Haukur Már nær að gera bara mjög áhugaverða svona satíru gervigreind og mannasið Íslendinga og nasistasögu okkar og hana getur fólk keypt á afslætti á forlagið.is með kóðanum já ok hlaðvarp Tjekkja því Svo nú veit ég ekkert hvaða rithöfundar eru hjá forlaginu og hver er annars staðar en ég sá að Eva var að gefa út nýja bók líka Já, Eva Björk Já, ég er mjög spenntur að lesa það Ég sá hana bara gær sko Ég man ekki titilin fyrir ekki Ég fekk Evu til þess að Eva, ég fekk hann ekki, hún bara var til í það hún, svo fallegt af henni ég og systir mín erum búin að vera að lesa bækunar hennar og þannig ég fekk smá gjöf eða fekk hann alltaf að hjálpa mér með smá gjöf skemmtilegt en bókin hennar heitir Allar litlu leganar Allar litlu leganar, það gefur út af Bjartur veröld það gefur út af Bjartur veröld já. Og ég held að sé ekki partur af Elmu skáldsögunum Nei, þetta sé nýtt Já. Hún er rísandi stjarnasamt, hún er frábær skrifa mjög góða íslenska krimma og ég bara las Marrið í stígunum mjög skemmtileg bók, mjög næst bók þá er okkar bókahöfn komið
og við sjáumst bara Sjáumst, ég ætla að þú ert að gera beef bourguignon Beef bourguignon. Takk fyrir þolinmæðina með þættinum bæði notabenni. Já, ég ætla að fara að gera reyktan lambarhegg. Nice, geggjaðir. Við tveir, þóldi flottir á því. Þóldi flottir, það er sunnudagur, það er fyrst í aðvendu þegar við tökum við þáttinn. Verður við ekki að halda upp á það? Jú, endilega, og please hlusta á jólalagið mitt. Er að koma út? Hleyptu ljósi inn. Já. En við höfum ekki tíma því miður til þess að taka upp Nei, ok jólalag í ár, en við gerum það út næsta ár. Já. Þannig að hleyptu ljósi inn, ekki gleyma að setja það á ykkar jólaplaylistum. Hleyptu ljósi inn. Ég vil náttúrulega gætum spila það, en ég held að YouTube myndi Nei, það er nokkuð. Jú, ég held að YouTube myndi flagga það. Ég kann ekki alveg á svona höfundar eftir þetta á YouTube. En heyrðu, takk fyrir mig. Ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok.